Velkomin til Suður Frakklands, þar sem það alltaf sól, ekki satt? Nei, ekki í dag, það mikil rigning. En það skiptir ekki öllu máli, út af því í dag að þá erum við að reynslu aka nýja Polestar 5. Polestar 5 Grand Tourer, þetta bíl sem að þú vilt nota einmitt í Suður Frakklandi. Þú vilt rúnda honum. Þetta rúnd bíl og hann hannaður með það í huga. Veginir sem ég hef keyrt í dag eru búin að vera mjög mikið zigzag-legs eðlis. Þetta eins og eitthvað svona slaufa af vegum. Malbikið sjálft líka ekki þess léttasta í heimi, en þetta samt ekki svona eins og á Ísland lélegt malbik, þar sem eru holur og alls konar torfærur. Nei, þetta bara svona óslétt. En það býður upp á fullkomin möguleika á að testa þessa fjöðrun sem í bílnum. Fjöðrunin í þessum bíl framleidd af Magnaræt og Magnaræt framleiðandi af fjöðrunarkerfi bara svipað og Brembo framleiðir bremsur eða þá að Recaro framleiðir sæti. Magnaræt hefur framleitt fjöðrunin í alls konar Ferrari, Lamborghini og fullt af flottum sportbílum. Þess vegna vel við hæfi að Magnaræt framleiddi demparana fyrir þennan bíl. Það sem magnað við þetta Magnaræt fjöðrunarkerfi það að það automatískt og einni sekundu að þá getur það stillt sig upp að 1000 sinnum. Það þýðir að það jafnar út allar ójöfnur og allt sem óslétt í yfirborði undirlagsins sem maður að keyra á og ég get lofað ykkur því að þetta eitt galnasta kerfi sem að ég hef upplifað út af því að bíllinn mjög þéttur. Þetta stífur bíl. En þú finnur ekki fyrir þessum stífleika á neinn máta af því að Magnaræt fjöðrunarkerfið það bara núllar út allar ójöfnur. Það mjög gott að bíllinn komi með 50-50 weight distribution eða 50-50 þyngdardreifingu. Það þýðir að balansinn frá framenda til afturenda sé gíf. Já, svo heldur alls ekkert að skemma fyrir að bíllinn einhver 884 hestöfl og hefur 1015 Newtonmetra að togi. Þú mjög fljótur að fara upp svona krappar franskar fjallshlíðar, en aftur það líka mjög gott að vera með Brembo bremsur til að stoppa því frá því að láta lífið. En líka rosalega gott að vera með gott stöðugleikakerfi og mjög góða spólvörn. Einmitt þarna kikkaði spólvörnin inn. Annars hefði ég kannski nelt afturendanum í þessum bíl í þennan fína eldgamla hlaðna steinvegg. Þó svo að bíllinn sé langur og breiður, þá hann ekkert rosalega þungur. Hann ekki nema 2,5 tonn. Ég veit að það hljómar ekkert rosalega lítið, en fyrir rafmagnsbíl af þessum kaliber þá það ekkert rosaleg þyngd. Ástæðan fyrir því að bíllinn svona léttur, það út af því að Polestar notar ofboðslega mikið af áli í þessum bíl. Og einhver 13% pluss mínus af því áli endurunnið. Hinn 87%, þau koma öll frá álverum sem að eru keyrð áfram af náttúrulegum orkugjöfum. Þó svo að það sé einstaklega þægilegt að keyra Polestar 5 að þá má maður ekki láta það fram með sér fara að sitja aftur í Polestar 5. Eins og sést að þá kemur bíllinn ekki með neinum afturglugga sem að þýðir að baksýnisspegillinn myndavél. Polestar gerir þetta svo að farþegar bílsins sem að sitja hérna aftur í geti fengið eins mikið pláss og hægt Það má nefna að ég 1,87 á hæð og hef ég alveg fullt af hausaplássi upp í þetta fína risastóra panoramaþak. Einnig hef ég fullt af pláss fyrir hnén á mér og eru þau ansi langt frá því að rekast í farþegasætið. Fæturnir á mér komast líka langt niður og Polestar búið að tálga meira pláss hérna í grunn bílsins og kallaði þetta The Foot Garage. Þetta þýðir að ég get setið með fótlegginn á mér í nánast 90 gráðu stellingu sem að lætur manni líða betur. Það ekki bara allt plássið hérna aftur í sem að gerir þennan stað einstaklega viðkunnulegan að vera. Heldur sætið sjálft líka áhugavert. Það kemur í þessu gráa nappaleðri og má nefna að allt leður sem að Polestar framleiðir framleitt með dýravelferð í huga. Svo koma sætin líka með nuddi, þau koma með kælingu og þau koma með hita. Og ef maður þarf síðan aðeins að halla sér, að þá getur maður hallað bakinu líka. Það til tvær útgáfur af Polestar 5. Þú getur fengið Polestar 5 Performance sem 884 hestafla skrimslið. Svo erum við með þennan hérna. Þetta Polestar 5 Dual Motor. Hann hefur ekki nema 748 hestafl og 812 Newtonmetra að togi. Það verður seint sagt að þessi bíl sé kraftlaus, en meðan við Performance útgáfuna þá vantar alveg góða 100 hesta eða svo. En þar sem að dual motor útgáfan af þessum bíl með færri hestaflum, þá þýðir það að hann getur dregið mun lengra en performance útgáfan. Þessi hérna, hann getur dregið eitthvað 678 km uppgefið af framleiðanda sem mjög fínt.
Performance-útgáfan, hann getur dregið 558 km, sem alls ekkert slæmt, en ykkur fórnarmaður fyrir öll þessi hestöfl. Dual motor-útgáfan af bílnum kemur ekki heldur með Magnaride fjöðrunni, þannig að þessi er bara með venjulega Polestar fjöðrun, en hún alls ekkert slæm. Vissulega jafnar hún ekki út allar ójöfnur jafn vel á Magnaride fjöðrunin, en hún samt ansi góð. Annar munur sem eru á performance-útgáfunni og dual motor-útgáfunni, það eru felgunar. Á þessum dual motor Polestar 5 þá fær maður 20 tómmu álfelgur, á meðan á performance-útgáfunni þá fær maður 21 tómmu álfelgur. Svo kann ég líka alltaf að meta það þegar bílar koma með soft close hurðum. Ég svo ofboðslega ánægður að Polestar hafi ákveðið að framleiða sedan GT Grand Tourer bíl eins og þennan hérna. Þegar hann stendur bara svona og ekki á hreyfingu, þá lítur hann samt út fyrir að vera á fleygiferð. Hann lítur alltaf út fyrir að vera á sirka 200 km hraða, sem þýðir það að hönnunin einstaklega góð. Svo bara eitthvað við sedanbíla sem að ég elska. Ég elska það að sitja nær veginum. Mér finnst maður fá meiri tilfinningu við veginn í gegnum stýrið, í gegnum dekkin. Og það gerir maður svo sannarlega í þessum hérna Polestar 5. Þá erum við komin úr rigningunni í fjöllunum og komin niður að Miðjarðarhafi. Við erum hérna í Nice. Við erum komin á heimavöll þessa bíls. Eða það að segja, ég held að helsti markhópar þessa bíls séu fína og kannski ekki svo fræga fólkið hérna við Miðjarðarhafið í Frakklandi. Hérna passar þessi bíl bara eitthvað svo fullkomlega. Þetta 4 sæta Grand Tourer. Þú með öll heimsins hestöfl og svo ertu auðvitað líka með geggjað Bowers & Wilkins hljóðkerfi. Þannig ég held að sé bara eitt í stöðunni. Það að aðlagast lífstílnum, skrúa niður gluggana, njóta þess að rúnda á þessum Grand Tourer og hækka hressilega í þessum geggjuðu Bowers & Wilkins græjum. Eins frábæra þessi bíll að þá hann stór. Hann 5 metra langur og tæpir 2 metrar að breidd. Þar að leiðandi hann alls ekki fullkominn fyrir svona innanbæjarakstur í bæjum í Frakklandi. Allar 4 hurðarnar á þessum bíl rammalausar og það gefur þessum Grand Tourer miklu sportlegri tilfinningu. Bíllinn vissulega dýr, en hljóðið í hurðarskellinu, það endurspeglar verðmiðan. Klank! Það mikilvægasta við svona bíla að mínu mati það að þeir eiga að vera með mjaðmir eins og þessi bíl. Það gefur hann svo flottan stans og þegar maður keyrir fyrir aftan hann og hann situr á götunni, þá lítur hann út fyrir eins og hann sé bara klestur við veginn. Performance-útgáfan af þessum bíl kemur á þessum geggjuðu 21 tómmu álfelgum. Einnig koma bremsudælunar sem frá Brembo sem og bremsunar sjálfar. Þær koma í svona Swedish Gold lit líka. Einnig kemur tappinn á loftventlinum á dekkinu líka í svona gylltum lit. Sem og beltin í bílnum og passa þau einstaklega vel við Recaro sætin. Polestar 5 líka fljótur að hlaða sig. Ef þú kemur honum í 350 kWh hleðslustöð, þá getur hann hlaðið sig frá 10% upp í 80% á 22 mínútum. Ef þú kemur honum í 250 kWh hleðslustöð, þá getur hann hlaðið sig frá 10% upp í 80% á 33 mínútum. Ef þú ætlar svo bara að hlaða hann heima hjá þér í 11 kWh hleðslustöð, þá getur hann það á 11 klukkustundum. Mér líkar afskaplega vel við þennan bíl út af því að þessi bíl leikfang. Og ég elska það að Polestar hafi tekið sér tíma að búa til svokallaðan Halo bíl. Þessi bíl hannaður með það í huga til að lokka þig að vörumerkinu. Einn daginn myndu mögulega eiga efni á þessum Polestar 5, en þangað til að þá getur vel látið duga með Polestar 2, 3 eða 4.